Til að mikið með þetta markmið Höfn, fyrsta markmið? Já, sem betur fer. Takk fyrir það. Við stefnaði þessu lengi og þetta náðist bara með góðum leikinn í dag og ég er þakkláttur fyrir þetta. Já, svona byrjun á þessu, fyrir hálfleikunni mjög öflugur, þannig að það er svona mesta hættan úr sögunni eftir hann fyrir hálfleikin. Já, okkur leiði ágætlega í hálfleik og sátt við það sem við vorum búin að gera. Svona gekk upp það sem við ætluðum okkur og ég er mjög ánægður með það. Seinni hálfleikurinn var náttúrulega eins og hann var, maður er kannski fann að horfa í fullmörg smáatriði en heilt yfir bara góð frammistaða, við náðum markmiðinu, erum komin í milliriðil og fáum þar þessa 3 mikilvæga leiki til viðbótar við hörku þjóðir, þannig að maður er sáttur eins og þar. Hversu mikilvægt er þetta fyrir liðið að komast í milliriðil, að fara í þessa leiki við Færeyjar, Spán og Svartfellinga staðinn fyrir að fara í Forsetabikar? Þetta skiptir gríðarlegu máli að fá alvöruleiki, vonandi með eitthvað áhorfendum og einhverja stemmingu. Þannig að við höldum áfram að þroska, höldum áfram að takast á við krefjandi aðstæður og krefjandi lið og lið sem eru aðeins framar en við. Það er bara þannig og það eflir okkur og það er mun betra að vera á þeim stað að þurfa að fá eitthvað krefjandi heldur en að vera eins og við kannski vorum í þessum leik betri anstæðingur en að stærri. Þannig að ég er bara óbúslega ánægður með það að við skulum vera á leiðinni í 3 leiki sem munu halda áfram að þróa okkur og þroska okkur fyrir framhaldið og fyrir þessar stelpur í framtíðinni. Svo ég held aðeins áfram að því þessar stelpur eru ungar, þetta er ungur hópur. Það er vonandi eftir að koma fullt af heimsmeistaramótum. Vonandi eigum við eftir að hafa þær í 10-12 ár og þar að leiðandi munu þessi leiki sem við erum búin að spila og þessi 3 leiki sem við fáum með viðbót skipta mjög miklu máli.